Fundargerð forsætisnefndar frá 16. janúar. Þar 3. og 4. liður til samþykktar sem fyrir mjög á eftir. Undir þessum eru líka fundargerðir íþrótta- og tómstundaráðs frá 12. og 19. desember, fundargerð mannréttindaráðs frá 10. og 17. desember, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 18. desember, fundargerð stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 15. desember, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. desember og 7. og 14. janúar og svo fundargerðir velferðarráðs frá 18. desember og 8. janúar. Engin útkall sér hljóðs og göngu til atkvæða þessa tvo liði, annars vegar 3. lið fundargerðar forsætisnefndar sem breyting á samþykkt fyrir innkauparáð Reykjavíkurborgar. Þeir sem samþykkja það gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það 4. liður ný samþykkt fyrir Borgarbókasafn Reykjavíkur. Þau sem samþykkja hana gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt með 13 greiddum atkvæðum. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi annað en að ganga frá bókunum og eru borgarfulltrúar beðnir að koma og lesa hér upp bókanir undir þeim liðum sem að boðaðir hafa verið. Við byrjum á borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Halldór Halldórsson tekur næstur til máls, borgarfulltrúi. Já, forseti góðir borgarfulltrúar. Þessi liður þetta undir 3. lið, það sem við ræddum ferðaþjónustu fatlaðra. Þar var lögð fram tillaga sem var vísað og hefur verið afgreitt en við boðum bókun og bókunin þessi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítreka að ekki verður unað við þá grafalvarlegu stöðu sem á framkvæmd ferðaþjónustu við fatlaða. Gengið var frá samkomulagi þessa þjónustu í maí 2014, þannig að tíminn til að undirbúa breytingar á henni hefði átt að vera nægur en hann hefur verið illa nýttur. Breytingarnar átt að bæta þjónustuna en hafa ekki enn gert það heldur þveröfugt, eins og sjá má á fjölda alvarlegra kvartana frá notendum þjónustunar. Ábyrgð á þessu máli gagnvart þjónustuþegum í Reykjavík hvílir alfarið á meirihlutanum í Reykjavík sem ekki hefur staðið vaktina í þessu stóra þjónustumáli, heldur látið reka á reiðanum þar til vandinn skall á notendum þjónustunar. Þetta þessi bókun en aðri fulltrúar munu svo koma upp með bókun að minnstu kosti vegna Laugavegar 120. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun undir 3. lið og útsendri dagskrá. Þá gerir borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson grein fyrir bókun undir væntanlega 5. lið. Já, en átti ekki eftir að gera grein fyrir bókunum 5. lið líka sem átti eftir að stytta. Já, ég bara stytti síðustu málsgrein. Ég get lesa aftur menn kjósa en það er óbreytt öðru leyti. Var ég búin að senda hérna? Gjörðu svo vel. Í gildandi deiliskipulagi gert ráð fyrir 1000 fermetra bílakjallar undir þeim hluta lóðarinn á Laugavegi 120 sem enn eru óbyggður. Í nýrri tillögu að deiliskipulagi sem nú send í auglýsingu, sem nú til umfjöllunar, hefur krafa bílakjallara verið felld niður en byggingamagn óvegarðar aukið 1/3. Einungis gert ráð fyrir 17 bílastæðum á lóð 7000 fermetra hótels sem þarna með rísa verði tillaga samþykkt. 30 bílastæði sem nú eru á lóð Laugavegur 120 eru felld niður í deiliskipulagstillögunni auk þess stendur til að fella niður aðliggjandi 25 bílastæði sem eru á Borgarlandi við Hlemm. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og Flugvallarinnar telja ekki að fella niður kröfum bílakjallara með nýju aðalskipulagi verulega slakað á kröfum bílastæði og afleiðingar þess vegna þess þegar komnar í ljós. Enda þótt framkvæmdum við uppbyggingu á Hlemsvæðinu sé einungis að hluta lokið hafa komið fram mjög ákveðnar raddir frá íbúðum og þeim sem starfa á svæðinu að skortur sé á bílastæðum og kröfur að borgin bregðist við því. Ekki hafa verið mótaðar reglur Reykjavíkurborgar greiðslur fyrir aukinn byggingarétt á þegar byggðum lóðum. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og Flugvallarinnar telja að lóðar hafa eigi að greiða fyrir aukinn byggingarétt hvort heldur við útlundar nýrra lóða eða þar sem byggingamagn aukið verulega í eldri hverfum. Þar ég lesa hérna, það var bara Gerir kannski bara grein fyrir því sem var breyttist? Já, það fór bara síðasta málsgrein út og þetta verður að sitt. Ég held að það kom saman að halda. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur gert grein fyrir annars vegar styttri bókun undir 5. lið og bókun vegna 16. liðar fundargerðar borgarráðs frá 8. janúar. Þá komið að Framsókn og Flugvallavinum sem hafa búið bókanir undir ýmsum liðum. Búið að lesa þær allar upp? Nei, við höfum að falla frá til bókun
Það hefur ein bókun verið lesin upp sem að stendur og er hún komin til skila. Það er nefnilega það. Þá er það borgarfulltrúi Björn Blöndal sem ætlar að lesa upp, borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson sem ætlar að lesa upp bókun vegna 3. liðar og útsendri dagskrá. Og senda skrifstofustjóra bókunina. Ágæti forseti og borgarstjórn, bókunin hljóðar svo. Innleiðing á nýju skipulagi ferðaþjónustu fatlaðra hefur gengið of hægt af mörgum ástæðum og því miður ekki hnökralaust. Enn eru vankantar á þjónustunni þótt ferðirnar gangi í flestum tilfellum vel en í hverju viku eru farnar hátt í 7.000 ferðir. Símtalsbið hefur styst og bið eftir bílum hefur sömuleiðis minnkað. Ferðaþjónusta fatlaðra er mikilvæg og leið viðkvæm þjónusta sem verður að vera í lagi. Nauðsynlegt er að fylgst sé grannt með að vel takist til við að koma gæðum þjónustunnar í það horf sem lagt var upp með þegar nýtt fyrirkomulag hennar var tekið upp. Einnig er mikilvægt að allir hlutaðeigandi dragi nauðsynlegan lærdóm af þessu til að fyrirbyggja að slíkt endurtaki sig. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Þá held ég að öll gögn hafi borist hér og allir hafi gert grein fyrir skoðunum sínum undir öllum þessum liðum og slítfundi klukkan 22:09.